Herru, geggjað sigur í dag. Fyrri hálfleikurinn var Þórsara megin en við byrjuðum seinni hálfleikurinn frábærlega. Já, við mér fannst svona heilt yfir bara frammistaðan mjög góð en seinni hálfleikurinn var frábær og sá lang besti sem við hefum sýnt í sumar og spila hérna móti Þór sem ég veit ekki hvernig þeir töpuðu leik síðast og þetta lið í toppsætunum og frammistaðan, hugafærið, kjarkurinn og dugnaðurinn, það bara skilaði okkur þessum 3 stigum. En hvað þurfum að bæta til að hafa þetta í hverjum einasta leik hjá okkur? Já, við þurfum bara að byrja alla leiki eins og við byrjuðum seinni hálfleik. Við þurfum bara að hafa kjark og þor og dugnað og ef hann fyrir hendi því að það inn á milli eru flott gæði í þessu liði og svona kannski svona teamwork eða svona liðsvinna er alltaf að vera meira og meira hjá okkur sem líður á mótið og ég ætla bara að vona það að við getum fylgt þessu eftir. Já, ertu bara heildið sáttu við frammistöðuna í öllum með leiknum? Já, og svo það sem maður náttúrulega hamingju samanstöðu með eru þetta stigin 3 og að gera hérna 3 mörk á móti Þór náttúrulega bara hreint geggjað, sko. En þannig að þið eru núna komnir úr fallsæti, eru ennþá í fallbaráttu. Sérðu fram á þessi 2 leikir verði svipaðir? Þetta bara bikarúrslit, hver einasti leikur hér. Og þetta móta fyrirkomulag sem var sett á hérna fyrir nokkrum árum með svona play-offs í lengjunni og hérna slúttspilinu í bestu deild að skila okkur alveg ótrúlega spennandi sumri í ár. Hvað sagðirðu menn í hálfleik svo við kemum með hausinn aðeins hærri upp seinni hálfleik? Já, það sem við, taktíslega sem við gerðum öðruvísi í seinni hálfleik, við stigum bara einfaldlega hærra á völlinn og settum svona meiri pressu á þá, þannig að háu boltarnir þeir kom ekki fyrir inn í powerplayinu hérna í lokin, þannig að það var bara vel gert hjá okkur. Herru, takk hérlega. Já.